Til að sýna betur hvernig BCD-verkfæri virkar og hvernig er hægt að nota það, þá ákveði að setja saman eitt lítið myndband þar sem að við notum það í svona eitthvað gagnlegt, ekki eitthvað bara krót á blað. Hér er ég búinn að setja upp mynd, ljósmynd af ungum fótboltamanni og ætla að nota BCD-verkfæri til þess að teikna eftir útlínum drengsins og klippa hann út þannig að ég taki bakgrunninn í burtu. Ég vel BCD-verkfærið, passa má að mót sé hérna á fyrsta stíginu, sem bara venjuleg BCD-path og shape vil ég hafa bara none, sé engin, það sé ekkert, ég sé ekki teikna eftir neinu form eða neitt svoleiðis. Og ég ætla að gera þetta bara hratt, þannig ég er ekki að gera þetta neitt rosalega vel núna í þetta skipti, en byrja bara hérna efst, klikka einu sinni alltaf, ég er ekki að draga út handföngin eins og ég sýndi að vera hægt að gera, heldur er ég bara að smella á í þessari umferð og ég set inn punkta svona nokkurn veginn þar sem ég sé samskipti á útlínum mannsins. Það getur því að ég fer alveg bara beint hérna yfir, ég er ekkert að stressa mig á því að það sé einhver bogalína hérna, ég laga það bara til og eftir. Þannig að ég set niður punktana hér og þar, ég nota skrunhjóli á músinu til að færa mig upp og niður eftir þörfum, en set punktana niður allstaðar, þar sem eins og ég segi, þar sem ég sé svona einhver svona stærri samskipti eða svona stærri horn og merki allar útlínurnar þangað til ég kem upp í punktinn þar sem ég byrjaði, þar smelli ég bara aftur og það er komið svona svarta útlínu mjög kantaða á fótboltamannin. Þá ætla ég að gera tvennt, ég ætla að byrja á því að merkja útlínurnar og ég ætla að færa niður stærðina á útlínunni. Þá þarf að vera með hana 6 punkta þegar ég er að breyta henni eða færa hana til. Svo vel ég verkfærið hérna númer 2, ör númer 2, F2-örina og nú ætla ég að zooma inn og nú einfallega nota ég F2-örina eða örina mína litlu til þess að grípa í línunar og færa þeir til eftir þörfum. Og þannig að ég get látið þeir svona nema við útlínur fyrirmyndarinnar. Ég get fært til punta og ég get fært til örvar á mjög einfaldan hátt og gert í rauninni útlínurnar mínar alveg mjög þétt upp við útlínur fyrirmyndarinnar og ef ég ætla að gera þetta rosalega vel þá myndi ég bæta við punktum og leyfa öllum hlutum myndarinnar að njóta sín með því að fara inn í allar fellingar og allar mögulegar í rauninni allar mögulegar útlínur myndarinnar. En ég er að gera þetta svona tiltölulega hratt hérna með ykkur, aðalega til að leyfa ykkur að sjá bara verkfærið og verkfærin, hvernig við notum þau og hvernig við getum svo notað útlínurnar okkar til að klippa út fyrirmyndin okkar út úr rammanum sem hún er í. Hún er inn í náttúrulega mynd sem er með fullt af bakgrunni og fullt af vesen í rauninni. Það tala nú ekki um ef við ætluðum nú að nota teikninguna til að teikna, eða minni ljósmyndina til að teikna eftir henni, þá er í bakgrunnin mikil truflun, en við getum nota þessa aðferð hérna til þess að klippa hreinlega fyrirmyndin okkar út og þurfum þá ekki að hafa áhyggjur af þessum bakgrunni sem að vera að trufla. Hver lína og hvert horn lögum það svona eftir bestu getu, en og aftur þetta er ekki eitthvað sem ég ætla að eiga að eilífu, þannig að ég sé að gera þetta alveg 100%. En það er hægt að gera þetta mjög nákvæmlega. Svona
hringnum alveg að verða lokið, komin hingað, fær þessa til, punktin hérna aðeins betur upp í flott, aðeins hamar á ennið og svo ætla ég að ljúka þessu með því að breyta þessum punkti hérna í smooth línu, eða smooth punkt, þannig að það sé ekki svona eitthvað horn á hausnum á honum og svo það kannski eigi við ágætlega stundum. Nú ef við lítum þá á útlínuna og hvernig hún skulum við velja hérna F1 verkfærið og Ctrl D sem duplicate, færum þetta til hliðar og sjáum við að hérna útlína mín og ég fyll hana, þá lítur þetta bara nokkuð vel út og ég getur svona búið til stand úr þessu sem eða bættið fótbolta eða eitthvað þáttina og hérna gert þetta svona einhverju fallegri styttu fyrir sem verðlaunagrip í fótbolta eða eitthvað þáttina, en það nú ekki það sem ég ætlaði að gera núna. Nú ætlaði að sýna ykkur annað tricks sem búið upp á í Inkscape. Ég vel núna útlínuna mína og það sem ég ætla að gera svo næst það að ég ætla að halda shift-takkanum inni og velja ljósmyndina sem á bakvið. Þá sjáum við að hvort ekki valið, við sjáum ramman á utanum bæði ljósmyndina með örfunum þá og svo ramman utanum útlínuteikninguna mína og það næsta sem ég gerir svo að fara upp á Object, Clip og Set. Og nú er ég búinn að klippa myndin út, það er að segja ég er búinn að klippa út úr ljósmyndinni allt sem var innan útlínuna minnar og þar sem að, eins og við sjáum hérna, þar sem að ég var ekki alveg nógu duglegur að fara alveg eftir, að þar smá úr bakgrunninum eftir þannig myndinni, meðan annar stað þar sem að ég var ægilega duglegur að fara inn að þá hérna þetta alveg eftir bókinni. Mjög skemmtilegt og þægilegt og gaman einmitt að vinna myndir með þessu og Bezier verkfærið kemur virkilega vel á nótum í þessu í svona vinnu. Vona að þetta hafi kennt ykkur eitthvað nýtt sem þið hefði ekki vitað fyrir eða bara rifjað upp þekkingu sem þið höfðuð frá því einhvers staðar áður. Ef það er eitthvað meira sem þið viljið kíkja á heimasíðuna mína, ef það er eitthvað sem þið sjáuð að vantar þar inn, látum endilega vita.